Verið velkomin í Mótorhaus. Við erum á torfæru á Egilsstöðum. Í þessum þætti ætlum við að fylgjast með þeim félögum Helga Garðarsyni og Spiderman og Elmari Jón Guðmundsssyni á heimasettunni. Helgi Garðarsson heiti ég og við erum að fara að keppa hérna í torfæru. Við erum á Spiderman sem að Þór Þormar á. Búin að vera aðstofamæður í honum og það sem hann er á sjó núna. Þá fekk ég bílinn lánaðan og ætlum að prófa þetta. Hefurðu keppt áður? Nei, aldrei keppt áður. Bara rétt prófa þetta svona. Grúsónum heima. Er þetta draumur hjá þér að rætast? Já, það má segja það. Man er alltaf langað að fikta við þetta en aldrei eiginlega lagt í það. Svona vegna þess að kostnaðurinn er það mikill að man leggur ekki í það en svona þegar maður fær þetta lána þá er það kjörið tækifæri. Þegar hann býður þér bílinn að láni, hvað fer í getum hausinn á þér? Heldur þú að eyðileggir þetta ekki bara strax eða? Það var það fyrsta sem maður hugsaði. Maður var ekki alveg kannski klár í þetta. Svo hugsaði mér anskotin, þetta er bara stál, við getum bara alltaf lagað þetta. Hver smíðar hann að bíl upprunalega? Eyjólfur, hann smíðar bílinn og keppir á honum lengi. Þór fær bílinn svo lánaðan, þetta er svolítið hlé hjá Eyjólfi og það endar með því að hann fær hann svo keyptan. Svona að þessu keppnin í dag, hvað ertu búin að ímynda þér? Heldur þú getur eitthvað? Ég fer alveg blind í sjóið með það. Það eina sem ég get sagt er að ég ætla að gera það sem ég get. Og ég stefna á að reyna að komast upp flestar brautir. Bussi er svo tek bara klíð á leiðinni. Ég heiti Elmari Jón Guðmundsson og ég er heimasettunni. Þú hefur keppt áður eða ekki? Jú, ég byrjaði að keppa 2012. Byrjaði að keppa í torfæru. Hvernig hefur gengið í keppnum hérna? Svona upp og ofan, annarkvort geðveikt vel eða geðveikt illa. Það virðist vera erfitt að finna þennan meðalag. Það er gulla meðalag. Hver smíðar hennar bíl og hvenar? Herru, það er Árni Kópsson sem smíðaði hennar bíl árið 1990. Þá mættir hann fyrst á hana. Þannig að þetta er 2005. keppnistímabili sem að heimasett henni til. Og er það bara allt í lagi? Það er nú kannski svona alveg í það meira sko, en ég meina meðan þetta virkar og virkar þetta. Ég er búinn að keppa einu sinni í sumar á Hellu, ég vann þar. Ég meina 25 ára gamli bílar virðast greinilega alveg geta keppt við þessa nýju, eða nýlegu. Þannig að góður bíl alveg sagði hvað hann er gamall. Hefurðu keppt hérna áður? Einu sinni, keppti hérna í fyrra og það gekk alveg skelfilega. Þannig að það vonandi gengur betur í dag. Jæja Helgi, hvernig leist þér á brautirnar? Þær eru krefjandi, það er ótt að segja það. Annar í fyrstu braut, það verður svona strempið, það er betra svo það líður á, það fyrir aftur fyrir. Þá get ég séð hvernig ég keyra þetta, þá fer að étast úr þeim. Það er mikið af börðum og hólum þarna sem þarf að krafsa svolítið úr, sem eru erfiðir. En ég held að ef bílinn gengur, þá líst mér bara ágætt á þetta. Hvernig líst þér á keppnina og brautirnar? Mér líst bara mjög vel á þetta. Þetta eru flotta brautir og þetta verður alveg geðveikur dagur. Hefurðu trú á Helga í þetta? Ég hef fulla trú á Helga og það er búið að taka helling af töfluhundum og telja hann kjark og hún líst vel á brautirnar. Jæja Elmar, hvernig leist þér á brautirnar? Ágætlega, það eru erfiðar, hrekkjóttar svolítið. Eitthvað sem stendur með þér í dag í þessum brautum? Já, ég held að mér er eftir að ganga vel kannski í 4. og 5. og tímaritinu. Ég hef góða tilfinningur í tímaritinu. Á hvað mun mest reyna hjá ökumönnum hérna? Ákveðni held ég. Svona allavega ég held að þetta eftir að skera svolítið úr fyrstu 3 brautirnar sko. Þær eru svona teknískar og mjög erfiðar og mjög auðvelt að gera klaufamistök bara á fyrstu 3 metrónum, skilur, og þá er náttúrulega svolítið erfitt að vinna það tilbaka sko. Hvað segir þið strákar? Hvað klikkaði? Heyrðu, það fór nýtróslanga hjá okkur. Átti að fara að prófa og kom gátt á hana og það er bara að vera að pressa nýja og græja og gera. Hér eru engin vandamál sko. Er ekkert hættulegt ef svona gerist? Nei, ef þetta springur í rétt átt þá er þetta allt í lagi sko.
Já, skemmtilegi kumpónar þeir félagar, en þarna erum við að horfa á fyrstu braut og okkar munum gekk svona þokkalegi henni. Eftir fyrstu brautina stóð Helgi Garðarsson fyrstur með 250 stig. Fast á hæla honum var Snorri Þór Árnason með 210 stig, en Elmar með 50 stig. Jæja Elmar, fyrsta braut búin. Hvað er þetta? Ég fór eitthvað hálfstutt í henni. Bíllinn sagði bara nei og klippti sundur framöxul og ég áttaði mér ekkert á því strax, en hann let eitthvað illa stjórn. Hann spólaði bara öðru framdækjunu. Eru þeir ekki reddu þessu strákarnir? Jú, þeir fara létt með þetta. Þeir eru lent í því verra. Hefur verið að brjóta öxla eða? Já, ég þarf að finna eitthvað fjársterkan aðila sem er tilbúin að borga fyrir mig nýja framöxla. Hvað er planið í næstu braut? Bætt upp fyrir þetta, greinilega. Það er bara beint upp á Hulluhúsastiga, sjálfsögðu reynum að það. Hvað segir Valdi? Er þetta stuð? Heyrðu, þetta er geðvögt. Þetta gefur lífinu lit. Allt brjálað að gera og föðum hvern annan. Þetta er bara svoleiðis. Jæja strákar, þetta var laglega flott í fyrstu braut. Er ekki áframhaldið svona í dag eða? Við ætlum að reyna það, vissulega. Hvað segir liðsstjórinn um þetta? Var þetta eins og að rætt eða? Já, þetta var nákvæmlega þannig sko. Það verður gaman að sjá hvort hann gerir eins núna og við erum búin að tala um sko. Þannig að sko sjá til. Hvað er planið á hann núna eða hvað ætlast þú á honum? Við stefnum á eina lúpu bara svona til þess að kynda eins upp í áhorfendunum. Þarna erum við að horfa á aðra braut og okkar munum gekk svona þokkalega í henni. En í fyrsta og öðru setti voru þið saman félagarnir Snorri Þór Árnason og Helgi Garðarsson með 430 stig, en Elmar var í fjórða sæti með 190 stig. Hvernig var síðasta braut? Voru ekki nógu góð. Hvað var þessi klikkaði? Fór útfyrir nýðist. Er mjög þröngar afmarkanir í þessu brautum? Já, gallinn er við það, þú veist að afmarkanirnar eru bara í hausnum á dómaranum. Og það er náttúrulega rosalega erfitt sem ökumaður að komast inn í hausinn á dómaranum sko. Þannig að maður veit ekkert hvar brautin endilega endar sko. Þannig að þú verður að taka sjensinn. Ég gerði það og það er bara rautt flagg. Jæja strákar. Voru ánægð með þetta? Þetta var geðveikt, Ríkir. Er þetta ekki þá fyrsta veltaði mæntanlega? Jó, þetta var fyrsta rúlið. Er þetta fyrsta rúlið svona yfir höfuð? Hefur alltaf einhverju öðru tæki? Jó, maður eru alltaf einhverjum snjóslegum, fjórhjólum, mótorhjólum, einhverjum svona drasli sko, en þetta var fyrsta svona í torfærubíl. Einhver rallycrossbílum, einhverjum svona dóti sko. En þetta er frábært, var aftur yfir sig. Það er bara geðveikt. Hvernig er fílingur? Hvernig er þetta? Þú finnur bara þegar þú ferð yfir punktinn og eftir það getur ekkert gert, þannig að þú býður bara rólegur. Þetta er þetta stoppi. Það búið að vona bara þess að hjólunum. En þetta er ekkert svo óþægilegt, þetta er bara rúlar. Svona svo sitt ég í sófanum heima bara? Rúlar? Já, svona, ef þú myndir velta honum. En liðsstjórinn? Nó, já. Hans fótbrotinn, jöfnvöldur sjá. Við eigum sokkabuxur á hann. Setjum hann í liðin aftur og þetta verður þessu við björgum þessu máli. Jón, er þetta þessi undirlúpa sem þú tala um? Já, þetta er undirlúpan. Þarna skiluðu þessa litlu æfinga sér sem við erum búin að vera í síðustu viku. Þið sáu hvernig það fór að þessu og uppskar mikið fagnaðarlæti. Þannig að við getum ekki annað að glaðast yfir þessu. Það kom aldrei til greina annað en að reyna.
Þá erum við komin í þriðju braut, en þar gekk okkar mönnum heldur betur vel. Eftir þriðju braut var í fyrsta seti Helgi Garðarsson með 710 stig, fast á hæla hans var Snorri Þór Árnason með 680 stig og Elmar í þriðja seti með 390 stig. Ja, Elmar, þetta var laglega fínt maður, en hvað klikkaði? Þú varst ekki alveg upp á toppa það? Nei, ég bara klikkaði svo mikið nýtt, ég bara komst ekki upp, það er bara stjórnir þannig. Var hún erfiðari en þú hélst? Nei, hún var eiginlega léttari en ég held. Ég var eiginlega skítræddur að sitja fastur eftir hálfa metr, þannig að það hafðist. Bölvunin er farin af mér hérna, Egilsstaðabölvunin. Er þetta gaman? Þetta er fínt, sko. Fílarðu sem mikið atriði í þessu liði? Nei. Jæja strákar, hvað segið þið? Þetta var flott. Þetta var magnað. Jöfull magnað. Þegar þú ert í miðri brekku og þú hugsar, ég kemst ekki hérna, ég ætla samt að reyna, þú veist, hvað er það sem færið til þess að reyna? Það í þessu tilfelli til dæmis, þá var ég sannfærður að ég myndi ekki komast þarna upp. En ég hugsaði mig sjálfur mér að ég ætlaði að reyna það. Ég gerði þetta ekki öðruvísi að reyna það. Og þeir eru þá alveg sama hvort þú rúllir niður? Já, það er aukaatriði. Ég ætla ekki að sjá eftir að ég hef ekki reynt. Í fjórðu braut er ekki hægt að segja annað en að okkar menn hafi verið með allt lóðbeint niður sig. Eftir þá braut var Snorri búinn að krafla sig upp fyrir Helga og var með 970 stig. Í öðru sæti var Helgi Garðarsson með 860 stig og í fjórða sæti var Elmar Jón með 500 stig. Hvað segir Helgi? Hvað er að gerast? Ég sá ekkert hérna í þennan brautinni. Ekki neitt. Ég bara var að reyna eitthvað. Lestu bara vaðu til bláinn? Já. Ég vissi að toppurinn var upp. Og reyndi bara. Er bíllinn í lagi eða? Já, þetta er brotnað þetta ventil og dempara og 1 stundusláta band. Þetta er ekkert hættulegt. Annars bara allt í góðu? Já. Hvað segir Elmar? Sér á gett. Hvernig var síðasta þraut? Hún var harkaleg. Velta? Hvernig er að velta? Nei, það er nú ekki sérstætt. En heldur þú samt að það ekki fengið eitthvað stigum fyrir hana? Jó, ég ætla að vona að ég fengi allavega eitthvað. En ég fór hérna yfir allavega eina merkingu svona helst til of hraustlega. En ég meina það er bara eins og maður segir, sko, það er svo erfitt að lesa efnið fyrir maður er komin í það. Og hérna, það var miklu lausari en ég hélt þarna í þessari brekku. Og ég allavega reyndi, meira er svo sem ekki hægt að gera og hérna, leiðin var niður í þetta skiptið, það kemur fyrir. 5. braut var tilþrifabraut og okkar menn létu sitt ekki eftir liggja í þeim efnum. Staðan hélst óbreytt og var Snorri Þór Árnason með 1150 stig, í öðru sæti Helgi Garðarsson með 980 stig og í fjórða sæti var Elmar með 690 stig.
Jæja, Elmar, hvernig gekk í síðustu braut? Þokkalega. Það hefði verið gaman að klára en það var nálægt í. Hvernig fór hún með að það svo ætlaðir? Svona 95% eins og ég ætlaði mér. En það er bara, hefði hört 5 km hraði viðbútt og hérna, það er bara oft aðeins mér en að segja að láta vaða í svona stál sem eru efst uppi og síðan er annað að maður áttar sig kannski ekki alveg á hraðanum á bílnum heldur í döflaganginu sko. En ég minna, kemur næst. Nú sagði Helgi við okkur áðan hérna í hinu liðinu sem hann segir að hann hefði ekki séð neitt fyrir mold. Var það þannig á þér líka? Já, sérstaklega í fyrstu brekkunni. Þá fann ég hann rann til svona í áttina að hliðinu uppi og held ég honum bara í botni og svo sá ég rauðustökkuna á hliðina mér, þá vissi ég var komin upp. Þetta er stundum svona, skilur við, það er svo ægilega mikið ryk í dag og svo eru við farin að nota lokaða hjálma sko og hérna, þeir eru bara verri, þess að upp á útsýni sko. En þeir eru eldhefjandi þannig að þeir eru betra þýlitirum. Já Helgi, hvað segirðu? Þetta er frábært maður. Það er ekkert hægt að kvart yfir þessu. Eina, ef það er til einhver helvítið gleraugu þannig að maður ekki sæi kannski eitthvað, það væri kostur, en þetta er geðveikt. Núna í þessari braut, síðustu, þá hvarfstu svolítið stund, hvað var málið? Það er rafmagnspeglis, ég misti rafmagnakveikinu steindónum, lengi að fá hann í gang. Það var reyndar það sama og gerðist hérna framan í brekkunni, nema það var aðeins fljótar í gang. Við erum bara að reyna að sprauta öll tengi, við komum upp fyrir þetta, það má ekki deyja í helst tímabrautinni. Það verður að ganga. Nú er tímabrautin næst. Hvernig er hún? Hún er löng. Þetta er löng braut. Við erum að þrisvara krossa pollinn. Og það er eiginlega, maður að passa aðeins að varna á þessar 2 fyrirferðir yfir pollinn til að hafa gang til að klára þetta. Því að svo þetta taka hann endilangan og það verður að hafa fullt power. Tímaþrautin var síðasta braut dagsins og var virkilega skemmtilega þessu sinni. Okkar mönnum gekk ekkert voðalega vel, Helgi Garðarsson kláraði þó eftir smá strembinn poll og endaði í öðru seti með 1110 stig. Fyrir ofan hann í fyrsta seti var Snorri Þór Árnason með 1490 stig og Elmar endaði í 5. seti með 715 stig. Jæja Helgi, hvernig er þetta búið að vera í dag? Þetta er búið að vera djöfull gott.
Ja, vísu helst gangtruflanir. Búin að missa kveikistrauminn hérna bæði í 50 og í tímabrautinni. Hefði viljað ná tímabrautinni streitt en kláraðist allavega. Í hvaða sæti heldur þú að vera endað? Ég veit ég var í öðru fyrir tímabrautina. Ég veit að ég týndi niður eitthvað. Veit ekki hvað mikið bil í næsta. Ég hræddur að ég er að vona ég hangi í þriðja. Ertu ekki djöfull ánægður með því að hafa náð svona góðum árangri í fyrstu keppninni? Jú, þetta er náttúrulega langt ofar vonum. Ég átti ekki vonað að ná þetta hátt. Alveg frá því að vera í fyrsta í fjórðu braut. Það var náttúrulega alveg snilld, sko. Er þetta eitthvað sem þú ætlar að gera meira af? Ef tækifæri býðst, þá gerir maður það. Jæja Elmar, ánægður með daginn? Það er gaman, en árangurinn var ekkert neini, auðvitað ekkert ánægður með árangurinn. Hvað heldur þú að það hefur endað? 4. eða 5. sæti, gruna mig, þannig að ómögulegt að segja, skilur það er svo fljótt að teljast, það er svo auðvitað að tapa svo rosalega mörgum stigum í þessu tímarutum eins og þegar maður klárar ekki eins og ég gerði, sko. Fær bara ákveðna prósentu af besta tíma, sko, eða lakasta tíma segi og þannig að ég ekki hugmyndu hver ég endaði. Og ef maður er ekki á palli þá er mér nú eiginlega nokkuð sama hvar maður endar, sko. Í tímabrautinni dó á bílnum, hvað var það sem kom fyrir? Það hefur væntanlega verið vatnið, sko. Strákarnir voru nú einmitt búin að segja við mig hérna fyrir brautina að ég ætti að fara varlega ofan í pollinn, sko, fyrsta pollinn. En það var veikur möguleik hjá því að ná í 3. sæti. Ég var í 4. fyrir hann og þannig að það kom aldrei neitt annað til greina en bara fullt rör, sko. Og ef það myndi ekki ganga upp þá bara allt eða ekkert. Þannig að það er pínu þannig þegar þú ert komin í rásmark og átt von á betra sæti þá er bara ekkert annað hægt en að standa. Þú missir bara tök á þér. Að sjálfsögðu. En þessi gaurinn á bílliðinu, hvað er þetta eiginlega? Þetta er Spædermann. Þeir héldu upp í heyri norðamanna þessa helgina. Til hamingju Snorri, ertu ekki ánægður? Ég er gríðarlega sáttur. Hvernig voru brautirnar? Óli kann alveg að leggja brautir, sko, en hann þorir náttúrulega ekki að vera með. Nei. Það er að hrjá hann. Eitthvað braut sem þú lentir í vandræðum í? Fyrstu 2, það voru allar loftsíður stíflaðar bara leið og þetta er svona semenstriki hérna, sko. En svo bara komast fyrir það, var þetta bara í lagi. Eitthvað annað sem var að hrjá? Nei. Allt er svo nýtt? Já, þannig, sko. Þetta er náttúrulega aldrei nýtt, sko. Þú getur sett fullt af nýju dóti í þetta en það er aldrei í lagi. Það er bara þannig. Hvað er framhaldið á þér? Það er bara blöndós og kannski henda á nýju body eða eitthvað svoleiðis og hafa sætan. Ég vona bara að Helgi komi á Spædermann og keppa aðeins mig meira. Þetta lofa góðu. Varstu á einhverju tímapunktur smeykur um það að myndi hafa þig? Já, allan daginn.